við komumst ekkert eini gegnum þessa reynslu. Ég veit ekki hvort mér líður illa eða hvernig mér á að líða eða hvað ég á að segja hvernig mér líður. Ég skil það ekki en mér finnst samt það er ekki alveg ég. Það er bara eitthvað x mikið sem þú getur spurt það fólk úti af því það bara þekkir ekki og veit ekki hvernig það er að lenda á þessum vegg. Þetta eru svo mikla tilfinningar og margvíslegar. Og ef þetta er það sem við eigum sameiginlegt því miður að krabbamein sé það sem við eigum sameiginlegt, að þá er óslega gott að vita að það eru margir sem eru þannig haukar í horni. Ég skil frekar en kannski foreldrar eða einhverjir sem hafa ekki greinst. Það er einmitt geta rætt þessa hluti sem að ég hafði hvergi rætt. Sjá manneski fyrir fram að mig sem leit bara þokkalega vel út, bara með þess að bara mjög falleg með lifandi hár á höfðinu og augabrúnir og augnhár og með geislandi líf í augunum og með sömu örin, alveg svo ég. Ég skammaðist mín mjög mikið fyrst því viðurkenndi það að ég væri ekki einhver superwoman sem gæti allt. Og það vakti með mér svo mikla von að ég, ef hún gæti þetta, þá hlýt ég kannski bara mögulega geta þetta líka. Að það krefst gífurlegs styrks að viðurkenna að þú getur ekki gert allt sjálfur og þurfir að fá hjálp og þurfir að fá aðstoð. Ef að andlega hliðin er í lagi þá er maður fljótar að ná sér líkamlega. Ég get kannski ekki sigrast en höndlað lífið eins og það er í dag og það er út af því að ég sótti með stuðning.